Grindvíkingurinn Björn Valur Pálsson hefur látið að sér kveða í raf- og hip-hop tónlistarsenunni á Íslandi. Hann mun eiga nokkur lög á næstu plötu MC Gauta sem væntanlega innan skamms, auk þess sem hann hefur unnið talsvert með strákurum í Úlfi Úlfi, en þar einnig að fæðast nýtt efni. Mér langar bara að spyrja þig kannski, hvernig byrjaði þú að fikta í þessu og búa til takta og raftónlist? Það byrjaði allt bara að ég var mikið að DJ og var að DJ með þessu strákum, Úlfur og MC Gauta þessu strákum og spila mikið á prikinu og svona og langaði að fara að spila mína eigin tónlist líka sko. Þannig að þá byrjaði ég eitthvað að leika mér í forritum eins og FL Studio og Ableton og þannig byrjaði bara áhuginn eftir ég fór að kynnast þessu, hvernig þetta virkaði allt sko. Hversu easy það væri að gera beats heim hjá sig sko. Ekkert mál að byrja? Þarf maður bara basically í tölvu og eitthvað forrit og afstæða? Reyndar þetta dálítið dýrt sko, sumt sko, forrit og svona, en það með internetinu það var alltaf hægt að fá svona trials og svona. En þetta voðalega basic að þú dýfir honni í þetta sko. Svona að byrja, en leið að þú ert komin eitthvað áfram og svona, þá fer að læra meiri hluti, svona mixing og svona, þá fer þetta að vera pínu frustrating, svona pirrandi sko. Þú vildi koma að staði hversu auðvelt væri að búa til takta, hversu auðvelt það? Þetta er ekki bara einhverjum nokkrar trommur og þetta er meira bak við þetta? Það er kannski ekki beint auðvelt, en það er aðgengilegar í dag en það var með öllum þessum forritum og tólum og tækjum eins og þessu. Bara það verður miklu auðveldar að koma að staði þessu og gera eitthvað sko. Þetta er bara, þú getur fundið svo mikið af upplýsingum á netinu, YouTube og svona, bara hvernig að gera það, þú getur bara farið á YouTube og skrifa how to make a hip-hop beat og bara þá sýna þér alveg grunninn og þannig getur komið þér áfram og svo fer það bara út í hversu mikið áhuga að vera á þessu og hvort þið langar að sounda vel og það var alltaf aðeins meiri vinna sko. Hvað er þetta brasa núna? Þú ert með MC Gauta og Úlfi eða ekki, eru að fara að heyra eitthvað af þinni tónlist? Já, vonandi, fljótlega. Ég er alveg með verið með 2 lög eða 3 lög á plötunni hjá Gauta sem að koma út núna í næsta mánuði held ég, þetta næsta mánuði. Og svo erum við líka að vinna svona mixtape eða svoleiðis EP, eins og kallast. Það er svona að reyna að vinna okkur nokkur lögum saman og reyna ekki að hefa það út síðan fljótlega eftir plötuna. Og svo er ég eitthvað aðeins að vinna með nokkur vinum í einhverjum lögum sem vonandi kemur út tíma fljótlega. Þú ferskur úr námi frá LA, hvað varstu að brasa þar? Það var bara þetta, að læra grunninn á þessu öllu, svona basic tónfræði og bara svona grunnurinn á music production, bara að hjálpa manni að koma manni að stað sko, og það hjálpaði mér mjög mikið sko. Varstu í tónlistarskólanum hérna, hver er svona þinn grunnur kannski í tónlist? Það var mitt í tónlistarskólanum hérna, ég var yngri, ég byrjaði á gítar og það endist ekki lengi, þolinmæðin var ekkert það mikil, en síðan æxlaðist það út í að byrja að æfa trommur og það fannst mér óslega gaman, var lengi í því sko og það var svo flott að tónlistarskólinn var að bjóða upp svona samspil þar sem þau fengu svona krakka úr skólanum sem voru eitthvað að leika sér á gítar og bassa og trommur og svona og fengu þá saman í svona bílskúrsband, þannig að við vorum alltaf að taka ykkur bubbalög og okkar og það hjálpaði manni aðeins að byrja að spila með öðrum og þannig það æxlaðist bara út í að ég byrjaði að spila í einhverjum hljómsveitum og síðan svona bara eldri fór að kíkja á hverja klúbba og eitthvað, þá fór maður að kynnast þessari raftónlist og þessari bassatónlist, hip-hop og það fór áhuginn bara þangað sko. Er hitt samt góður grunnur að vera búin að læra þessa venjulegu tónlist svona? Já, klárlega sko, ég meina þannig, það hjálpaði mér mjög mikið að hafa kunnað trommur á þér sko, bara svona basic taktinum sko, vera með hana rytma. Það svona hjálpaði mér mjög mikið í þessu sko. Núna kannski þeir sem að hugsa sér einhver hip-hop prodúser, Kanye West og Pharrell og einhverju kallar, þarf maður ekki að vera svolítið góður og fær tónlistarmaður til að verða, það er ekki hver sem verður eitthvað svona? Jú, sko eins og sjálfur þá kann ég eins og ekkert á píanó og ég kann mjög fá að hljóma og svona, en bara með tæknin í dag þá er svo margt hægt að gera sko. Það er svo mikið að hjálpa tækjum og bara það má allt, þú getur gert hvað sem þú vilt, eins og Kanye West, ég held að hann sé ekkert eitthvað besti tónlistarmaður en hann bara samplaði, tók bara tónlist sem hann var inspirerað af, choppaði hann upp
bjóti sitt eigi úr því, skilur, og það svo margir sem að gera það í dag sem að gera #1 hits sem í útvarpinu. Það kannski bara eitthvað 17 ára gutti í Bandaríkjunum sem fann eitthvað cool hljóð og setti það inn í einmitt svona Ableton og bætti einhverju trommum yfir og fekk eitthvað rappari pikkað upp og núna það bara að fá nógu pening og var mjög vinsæll. Það mætti segja að eins og hiphopið og raftónlistin þá ertu bara að púsla kannski alls konar hlutum saman og ef þú finnur eitthvað rétta blöndu þá það bara hversu góður ertu kannski í því að búa til góða blöndu? Það bara svona að þekkja tónlist, vita hvað vinsælt, vita hvað virkar. Svona, já, segja það. Annars alltaf rosalega gott að kunna alla tónfræði og kunna á gítar og svona, það alveg algjör plús, sko. Og eins og eru mjög margir sem einmitt svona trommarar og kannski píanóleikarar sem hafa aldrei verið að gera neitt, þeir eru mjög margir farið út í það að prodúsa eftir að taktin var orðin svona góð, sko, öll þessi forrit voru orðin svo svona aðgengilega. Hvað finnst þér svona það sem er búin að hrærast svolítið í þessari tónlist? Finnst þér vera lítið svona nett niður á raftónlist og hiphop? Ég veit ekki, það er bara gamla fólki, sko. Það sem bara svona einhverjum kommentarkerfunum, þetta ekki tónlist eða eitthvað. Ég veit ekki, ég hef ekkert voða lítið verið að pæla í því, sko. Ég hef bara verið að hugsa það sem ég finnst cool og hvað ég fíla, sko. Ég hef ekkert að hlusta á hvað þeir segja, sko. Nú er þetta búið að vera til síðan kringum 1980 og þetta vinsælasta tónlist í heiminum eða raf, poptónlist, hiphop-tónlist. Þú veist, það bara ennþá, gamla fólki ekki ennþá búin að kveikja á þessu? Það getur verið, en þeir eru svona hægt og rólega að þú veist, kveikja á þessu oft eftir tónleika, eftir að vera að spila með Úlfur og svona, það oft sem svona eldra fólk að koma upp að þeim og segja, þú veist, ég hef aldrei fílað þetta en þetta var ógeðslega flott. Eitthvað svona, og það hægt og rólega þeir að koma. Sígast inn. Já, sígast.